Komið sæl á nýja leik þá heldur þátturinn áfram og við förum yfir í ritstjórna sem rifa nú munnin og rýna í helstu fréttamál líðandi stundar og vel að merkja, aldrei svo vant, þá lítið í fréttum og þó Dagur ætlar að halda áfram með braggamálið, hann heldur því á lífi og svo ætlum við að fjalla meinta vinstri slagsíðu í umræðinu á Íslandi. Skaupið fór í taugarnar á hægrimönnum, hafa ekki húmor, jú, eflaust, en að sögn þá var skotið óvenju mikið af flugeldum upp í Garðabæ á meðan skaupið fór fram á sínum tíma að sögn. En við ætlum líka að fjalla kannski aðeins upplifun útlendinga af Íslandi því Valur Grettisson, ritstjóri Reykjavík Grapevine hérna hjá mér, blað sem mikið notað af útlendingum hér á landi og Kristján Kormákur Guðjónsson, ritstjóri DFF hérna sömuleiðis með mér. Byrjum á braggamálinu sem maður hélt að væri svona deyja út, en þá tryggir Dagur B. Eggertsson borgarstjóri að líða þess heldur áfram. Já, ég samanlega, janúar náttúrulega alltaf lélegur mánuður að kemur á fréttum. Miðsmetrar gúrkar. Já, við þekkjum þetta einmitt sem blaðamenn, En það áhugaverða einmitt að eins og innri endurskoðun, það var alltaf að tala það áður en einmitt braggamálið var tekið fyrir að fara með innri endurskoðun, að þeir hefðu engan tíma, svo fámennt í nefndinni og það vekur athygli að einmitt málið hefði auðvitað getað komið í janúar og þá hefðu við getað tekið almennilega á þessu máli. En það kom rétt fyrir jólin, sem var mjög hentugt tímasetning fyrir þá sem fóru verst út úr skýrslunni. En ég meina, já, Dagur náttúrulega tekur þá að mínu mati fyrir einkennilega ákvörðun að vilja sitja í þessari nefnd sem á að taka fyrir endurskoðun eða á þessu máli eða hvað með endurskoðun á endurskoðun ytri endurskoðunar og þeir þriggja manna nefnd og það hann, Þórdís Lóa í Viðreisn og svo Hildur Björnsdóttir sem sagðist ekki ætla að sitja þarna ef hann ætlaði að sitja þarna. Og hann svarar að þeim finnst af kvenfyrirlitningu sem svona hann segir að hún sé svona hugsalega kannski strengjabrúða Valhallar. Sem var algjör óþarfi hjá honum? Hann segir náttúrulega ekki berum orðum. Hann segir náttúrulega að hún sé hugsalega þessi stjórna svolítið af svona harlínuöflum sem vilja ekki samstarfa milli flokka og svo framvegis. En ég meina, hvað þessi nefnd annað en í raun og veru 2 úr meirihlutanum, 1 úr minnihlutanum og ég meina Hildur getur ekki neitt annað en gert en að í raun og veru bara gert pólitíkur? Já, einmitt. Hún getur ekkert verið þarna nema hún ætli í raun og veru að vera svona hvítþvottunar stimpillinn fyrir meirihlutann, skilurðu. Þannig að ég held að hún sé að taka hárrétta ákvörðun og eins og þú segir, hún auðvitað lengir þetta málið, átökin í málinu þegar þetta svona. Dagur Kristján að gera mistök með því að svona viðhalda málinu með því að standa svona keikur í hælana og heimta það að fá að vera í þessu nefnd? Var þetta ekki algjör óþarfi fyrir hann að vera í þessu nefnd? Ég alveg sammála því að auðmýkt virkar yfirleitt best í pólitík og við sjáum það endurtekið þegar og við erum alltaf til í að fyrirgefa og þess vegna eins og Valur var að tala áðan og þeir koma með þessa skýrslu jólin og það bara svona þekkt í pólitík þegar það óþægileg mál og þá páskar og jól og svona það bara besti tíminn allir í kringlunni og þá hefði Dagur líka átt bara að stíga út úr þessari, hann hefði getað gert það á þessu saman tíma og með því að þá var hann búinn að slá vopnin úr höndunum í staðinn málið aftur komið á dagskrá. Og það virðist eins og hann sé að forherðast í málinu? Já, og það bara gera það verkum að fólk skynjar það alveg. Fólk náttúrulega bara mjög reitt yfir þessu máli. Það eru óteljandi mistök sem hefur verið gerð. Við erum náttúrulega búin að fjalla þetta núna í nokkra mánuði og þetta verður alltaf bara verra og verra. Og þú veist, það eru fleiri og svo eru bara svona endalaus önnur verkefni sem að koma upp í kjölfarið. Þannig að hann að bara gera stór pólitísk mistök með þessu, setja sjálfan sig í voða. Þú veist, hann enginn við verðum, held ég, við höfum aldrei fundið fyrir jafn miklum hita með einhver mál sem við fjallaðum. Það hefur verið við að reyna að fá Dag til að segja af sér. Þú veist, kemur okkur ekkert við. Við erum bara að fjalla máli sjálft, mistöki sem eru gerð, benda á mistöki í stjórnsýslunni og vonandi læra menn síðan að því, en síðan bara hans hvað hann gerir seinna. En Valur, mér finnst þetta svolítið ólíkt degi, hann að mörgu leyti mjög flinkur stjórnmálamaður sem átta sig á umræðunni, kann að taka slaginn á sínu forsendum en ekki annara og í þessu tilviki hins vegar svona býður hann upp í hrunadansinn. Ég meina, ef þú veldir í fyrir þér, ég meina, í skýrslunni þá voru hún gefað sök að hafa í raun og veru
hann í raun og veru sleppur furðu vel í þessu skýrslu, svo það sé alveg að hreinu. Þetta eru aðalega embættismenn og svið sem bregðast og það meðal annars vilt fyrir borgarráði með villandi upplýsingum, jafnvel fölskum. Og þess þá heldur að skapa sér fjarlægð frá málinu? Já, og þá það sem hann gerir það eina sem hún með gefa sök í skýrslunni að hafa ekki verið með nógu mikið eftirlit, ekki hafa sóst eftir upplýsingum og spurst út í það. Af hverju ætti hann þá að gera það núna í þessari nefnd, skilurðu? Þannig þetta er svo ósamfærandi að hann sé annars vegar, hún hafa mistekist að vera með eftirlit og nú ætlar hann að vera með eftirlit. Þannig að það ekki bara, þetta er bara mjög skrítin ákvörðun. Og líka, ég held að það skilji það allir að einhverju þinnu til að hann svona, að vera með undirmenn sem kannski ganga fram eins og þau gera í svona stóra apparati að söki sig augljóslega ekki alfarið dags. En hann tekur það svolítið til sín núna. Hversu laskaður Dagur, Kristján, vegna þessa máls? Það heldur áfram á Vigdís Hauks sem stalur reyndar þessu máli frá Sjálfstæðisflokknum í heild sinni og eignaði sér það ein og sér og það virkaði eins og hún væri svona sólóðist í stjórnarandstöðunni á tímabili með þetta mál allt í fanginu og svona vakti mikla athygli á því og vann að mínu viti pólitíska sigur á þessu máli fyrir áramót. En Dagur laskaður eða hann heill? Þetta er náttúrulega búin að hafa mikil áhrif á hann og það er náttúrulega, hann kannski bara fyrst núna verða áhrifin að koma fram og það er þessi ákvörðun sem við erum að tala um. Við vorum að tala áðan, ég meina kannski koma inn á að þú veist að tala við vorum að tala hérna eins og með Dag að hann hafi ekki verið vitað af þessu og annað slíkt og þetta er svo mikið, maður þurft að punta hérna hjá sér. Þú er svo góð að blaða með glósur? Já, maður er að vera með svona munið allt saman, en það eins og kemur það segir úttekt á þessu 2015 og það er bent á ótala atriði sem betur með að fara og það er allt saman hunsað. Það er ekkert að ekki brugðist við neinu þar, að ráði. Þannig að þetta hefði aldrei, ef það hefði verið parið eftir því sem þar var bent á, þá væri þessi stað ekki í dag. Og þannig hefur þetta alltaf verið og svo vill enginn, taka ábyrgð á þessu og eins og þú ert að tala porherðast í þessu og endanum fær fólki nóg og það enda með því að það er ekki bara Vigdís og Eyþór sem að skrifa Facebook-status, það heldur bara að þjóðin er komin leið á þessu. Já, máli er Dagur hann raunverulega það laskaður eftir þetta allt saman. Af því að í fyrsta lagi náttúrulega bara hans langt í næstu sveitarstjórnarkosningar. Við erum nýbúin að halda kosningar, þeim tókst að halda málinu niðri og glæpurinn er ekki alveg hans, grafískt séð, en hann er samt að nánast að eigna sér glæpinn með því að forherðast í málinu á síðustu stigum. Svo hefur eins og minnist á Vigdísi Hauks einmitt og með miðflokkin sem við sjálfur gengið í gegnum frekar erfiðan desembermánuð og hún er að saka hann einhvern veginn kvenfyrirlitningu núna. Það er ekki fyrst að skipta þau ekki mjög samfærandi hjá einstaklingir sem eru ekki gagnrýnt sína eigin flokksmenn fyrir slíkt hið sama. Þannig að Dagur hann mun ekki segja af sér út af þessu, hann er ekkert eitthvað vængbrotin, hann er bara ennþá með hann staf sinn og verður þannig bara aðeins áfram bara út af náttúrulegum veikindum, en hann er ekkert eitthvað, ég held að hann lifi þetta augljóslega af, þetta er bara spurningu hvernig þið klára þessa nefnd. Og nýtur virðingar og vinsælda í sínu baklandi og samflokksmennirnir standa heilhugar að bakveðan og meðflokkarnir í borgarstjórn eru ekkert að rugga bátnum. Við vissi alltaf jákvæðir, Við vissi alltaf jákvæðir. Þeir eru mjög jákvæðir? Nei, og þeir jákvæðir með því að ég held að ég meira eftir að koma fram og ég... Er það svo? Skýrslan var meira að minna það er bara við erum með ágætisblaðamenn að grafa í þessu og ég held að segja að það er lögreglumál? Ég held að það er bara margt eftir að koma fram og ef að Dagur ætlar að halda þessu áfram að leika manni sem vissi ekki neitt af því hann var hólfur að vinna í sama skrifstofur og þegar hann segist ekki vita af framúrkeyrslunni, það bara finnst mér ótrúverðugt. Það er komið líka ákveðið... Er hann að skrökva? Og svo eru tölvupóstarnir. Er hann að skrökva, segir þú? Nei, mér finnst það ótrúverðugt að menn sem vinna svona náið saman í fullt af verkefnum og öll þessi framúrkeyrslur í gangi og að Dagur hafi ekki vitað neitt og svo komið á tölvupóstunum. Þeir voru allt í mikið til og svo eru þeir til og svo er þetta orðið þannig
yfirleitt hefur nú Bjarni og fólki í borginni verið duglegir að svara okkur. Þeir eru ekkert í miklu stuði í því núna þessa dagana. En einhverju hluta vegna? Já, að þetta bara mjög óþægilegt mál fyrir þá og þeir eru að bregðast algjörlega rangt þeir eru að tækla þetta á svo kolrangan hátt. Gott og vel, við skulum fara yfir í aðra sálma og fjalla eftirmál Skaupsins hroðalega sem sumir nefna svo og hafðu engan húmor fyrir og það virðist að mestu leyti vera hægri menn. Auðvitað á maður ekkert að vera alhafi í þessu en ég ætla nú að leiða mér það samt sem áður að Skaupsins vegna að alhafi svolítið í þá veru að hægri menn sko þoldu ekki Skaupið meðan að vinstri menn hlógu sem máttlausa. Þá langar mig að taka umræðinni framhaldi því vinstri slagsíða á umræðinni á Íslandi hvað menningu, frétta og þjóðmál snertir, Valur? Já, það oft þannig og í þessu Skaupi, mér finnst reyndar frekar athyglisvert að fólk sem bara taka Skaupið svona alvarlega. Ég sá einhver fréttaflutning sem þetta var upp úr frjálshyggjufélaginu á Facebook eða ekki, var þetta DVF mitt og sem nú kannski ekkert sérstaklega svona málumlegur hópur, finnst mér svona öllu í öfnu, en sá hópur var eitthvað beinlínis að grenja undan þessari tvíræðinni sem var eiga sér stað þarna. Og sko, þegar kemur að pólitíkinni, þá náttúrulega, mér fannst eiginlega ekkert fjalla neitt sérstaklega mikið pólitík, ólíkt Guðmundi Steingríms sem einhvern veginn var að kvarta sérstaklega yfir þessu í einhverjum greinaskrifum. Til að mynda var ekkert minnst á Bjarna Benana. Sem ákveðið áfall fyrir hann örugglega. Já, sko ákveðið áfall var til að fyrir vinstrimenn ekki. Ég meina þeir ættu að vera alveg reiðir yfir því. Það var ekkert, já, hversu áhugaverður var hann yfir ári kallinn. Svo ekkert minnst á Framsóknarflokkinn, eða lítið sem ekkert, nema þá fyrrverandi Framsóknarmenn. Klaustursmáli var náttúrulega svona átakilega ófrumlegt, það var bara kannski þeirra helsti glæpur sko. Og það var oftar en ekki bara svona glæpurinn í Skaupinu, það stundur svolítið svona banalt og svolítið svona einfalt. En skilurðu reiði hægrimanna, var þetta eitthvað vinstri sinna Skaup? Ég gat ekki séð það ekki frekar en annað. Það var auðvitað mikið gert úr perrónum. Ég veit ekki hvort það sé eitthvað hægra málefni. Ég vona ekki. Kristján, hvað sýnist þér? Þessi reiði hægramann hefur gengið sko á öldum ljósvakans í röska viku, ef svo má segja. Mér finnst bara að finna vera reiður yfir Skaupinu. Það ekki góð byrjun á ári. Já, og svo sko, við getum fengið hvað við fá Andrés Magnússon og Hannes Hólmsnýll að semja það næst. Og þeim frjálst að gera það, ekki? Já, og nei, mér finnst þetta bara fínt Skaup og þetta bara svona, Hannes Hólmsnýll, hann var náttúrulega því hann þolir ekki Jón Gnarr og mér hætti ekki verða var við einhverja svakalega reiði nema einhverju svona kreðsum og í svona skrýtnum Facebook-hópum eins og þessi frjálshyggjufélagi sem þeir voru að velta fyrir sig hvort þeir ættu að gera sitt eigið Skaup. En gott og vel, ef maður les dagsteina á 10 mínútna fresti yfir heilan dag í 30 daga í röð, þá fær maður tilfinningunni að sko vinstrimenn ráði allir í þjóðmála umræðinni í landinu. Valur? Já, það ekki bara að gerast hér, það náttúrulega alþjóðlegt vandamál sko. Þessir menn að svolítið kvenka sér undan svona identity-pólitík og svona, dilka pólitík eins og Einar Steingrímsson orðaði það, þetta við fyndið. En það svona, þegar menn svona, þeim finnst sko umræðan það óvægin, það svona miskunnulaus og þeir einhvern veginn, og þetta iðulega sko þetta menn sem svona svolítið ósáttir við að hafa kannski minnst á bara, kannski ekki að lagi bara að, vera rasisti eða eitthvað líka. Ég segi ekki rasisti, en þeir svona að vilja taka umræðina, hvernig það í hvaða formsett sem það sett. Og þeir fá oftar en ekki mjög harkalega viðbrögð, sérstaklega með kvenfyrirlitningu og annað. Þetta eiginlega í 3 málflokkum, þetta sko kvenfélagsmálum, innflytjendamálum og svo þeim málum sem þú nefnir. Já, einmitt. Og sko ef menn svona fara aðeins út fyrir línuna, þá þeir hakkaði niður á staðnum. Já, finnst þeim, já. Já, finnst þeim. En það náttúrulega, bara, fólk verður bara svolítið sætt þessi við þann veruleika að gagnrýni honum mun beinskeyttari, mun nær okkur, þingmenn finna kannski best fyrir þessu auðvitað. Það ekki lengur þannig að þú getur skrifað eina aðeinsenda grein í Morgunblaðið og nú skrifa bara Hallur Hallsson einhverja vitleysu í Morgunblaðið, skilur við. Og nú bara, þegar sko allir á Twitter og reiður úti, finnur bara fyrir því. Það bara óþægilegt. Og það auðvitað oft stutt í þessa smánun, hún hefur margsinnis á sér stað. Og ég held að þegar menn að kvenka sér undan þessari umræðu, þá þeir raun og veru bara að kvenka sér undan einhverju vaxtarverkjum, samskiptamiðla og þessari persónupólitíkur. Sérstaklega eins og með hommana, með hommar gefa blóð. Ég sá að menn voru svolítið að röfla yfir því einhvern veginn.
Já, það var svona áróður, hallærislegt PC-rung og eitthvað. Akkurat, einmitt, og það var svona eitthvað sem menn svona kvingu sér við. Það var bara svona, ég alveg sammála landlækni bara, já, þetta ekkert eitthvað mannréttindi að gefa blóð, en það heldur ekkert eitthvað hrikalegt að minnast á það, það sé kannski skrítið við að mig ekki, og við erum við ströngustum lög bara norðan Alpafjallar, sko. Þetta var eitt besta atriði í skaupinu. Og svo í skaupinu sjálfu var gert grín að Kötu Jak, var gert grín að Degi, var gert grín að Braggamálinu. En eru sko hægri menn hörundsárari heldur en vinstri menn, þessi umræða kemur aftur og aftur og hún Ég held bara að umræða bara þetta ár hafi verið bara svolítið erfitt fyrir hægri menn, sko. Frekar. Og síðan er eins og Valur kom inn á hann að menn komast ekkert lengur upp með að vera með eitthvað rugl. Ef þú birtir í staksteinum einhverja þessar bloggara sem þeir eru með þetta, sem bloggararnir þeirra sjá þetta stundum og svo koma ég mitt svona greina sem var umdeildar eins og þetta Hall og svona og svo sem var nú eitt besta atriði í skaupinu líka, það var þessi skopmyndateiknari þeirra. Jú. Einn umdeildasti skopmyndateiknari í Íslandssögunni. Þeir voru þarna samband ungra sjálfstæðismanna, mér var þetta algjörlega brilljant atriði. En þegar að menn birta efni núna í blöðum, þetta var náttúrulega ekki áður, þú voru komið Twitter og Facebook, og þá fer þetta bara þangað og fólk gagnrýnir þetta. Við erum þarna ef fólki komið rödd. Óvægnar Já, áður var þetta bara þannig að þú bara sendir einmitt aðsenda grein og þannig komstu bara að það hringdir í þjóðarsálina. Gott og vel, í lokin ætlum við aðeins að fjalla upplifun útlendinga af Íslandi. Valur, þú stýrir Reykjavík Greipvæn sem er einhverjum sérlega ætlað útlendingum og þeim fer ennþá fjölgandi. En það eru blikur á lofti. Við sjáum að þessum hefðbundnu ferðamannaþjóðum, þjóðverum, ítölum, frökkum er ekki að fjölga jafn mikið áður, jafnvel að fækka. Bandaríkjamenn er að koma hérna í stríðari straumi heldur en áður. Kanadamenn sömuleiðis, Asíumenn er að bæta við sig þotum til að komast til Íslands. En sko, erum við komin að einhverjum mörkum? Greinur það vegna þess að þetta er óheimið dýrt land og ég hef alltaf efni á það að bjóða konum minn út að borða bara sem venjulegu maður. Sko, þetta er það sem þeir nefna oftast, það er einmitt að þeir sem eru að selja ferðir til landsins að flestir eru ósáttir við verðlagið, það er alveg á hreinu. Hversu ósáttir? Það eru 30% nefna það, af þeim sem eru að selja ferðir hingað, að verðlagið hafi verulega áhrif þegar fólk tekur það ákvörðun á kominga. Og það er náttúrulega bara gjaldmiðlamál Íslendinga, við þekkjum það alveg, það er bara ESB umræðum allt það, sko. Og næst nefna er bara þjónustu á Íslandi og annað eins, bara eitthvað sem er alltaf nefnt í öllum löndum, sko. En þetta gerir það verkum að Bretar til að mynda eru að það koma færri Bretar en hafa gert hingað til. Bandaríkjamenn halda upp í umferðinni að einhverju leitinu til og Asíubúar eru vonandi framtíðin. En það eru samt 2,3 milljónir komið til landsins sem eru 120.000 meira en á síðasta ári. Þetta er, ég veit ekki hvað, 5-6% fjölgun þráttur allt. Við erum búin að vera með frá 2013 40-60% fjölgun eða álíka ári. Og meðal fjölgun ferðamanna í heiminum er í kringum 4%, þannig að við eigum vel við unna. Við eigum vel við unna einmitt. Þannig að ég myndi segja sko, það er frá að hægjast á öllu vissulega. Menn hafa getið spennt bogann til hraustlega. Þeir fara að hafa áhrif, og annað eins. Og það er alltaf líka bara út af heims stjórnmálum. Bara hvernig Donald Trump er að höndla Íran og svo framvegis. Bara olíuverðið hækkaði og það bara gerði næstu út af við og þetta eru svona bara margbreytilegar pælingar með yfir sér stað. Túrismin er almennt frekar sáttur í Íslandi. Þeir upplifa Ísland mjög svona jákvætt og krúttland og þetta er náttúrulega bara eins og að koma til tunglsins eða eitthvað fyrir þau, sko, og við stundum gleymum því. En þeim finnst þetta frekar magnað og þau eru mjög hrifin bæða menningu og maður finnur líka menningunni. Við erum að eiga ótrúlega augnablik út allan heim, bara út af nafninu og smæðinni og öllu, sko. Má ferðafólki fara að fækka? Er einhver hætta samfara því? Náum við ekki bara að byggja upp innvið á meðan? Þarf þessi 20-30% fjölgun að vera á hverju ári? Nei, við finnum þá líka að geta þjónustað þetta fólk. Og ég veit ekki hversu mikið við erum að fækka fólki og vera að taka á móti rúmum 2 milljónum. Og eins og Valur segir sjálfur, alltaf bara sem er verðlagið, að það er kannski, ég held að kannski lykilatriði sé bara að taka burt allar þessar 10-11 búðir. Það er alltaf mikið að, maður sé að ef maður fer þangað sjálfur inn að þá er maður einn með bara
útlendingum. Það sem verið að stilla sko hérna lagarbjörnum fram í gættinu og vatninu. En svo sko Reykjavík ekkert, ef þú fer til New York eða London eða annara, þú veist, Oslo og annara svona borga, þá Reykjavík ekkert þannig séð dýr, nema að fara út að borða, það dýrt. Það ódýrara, þú veist, erlendis, en þú veist, bjórinn nánast jafn dýr eins og í San Francisco dýrari jafn dýr og við París, Manhattan mitt. Þú veist, þannig að við svolítið upptekinn að þessu, en svo bara þeir sem hafa ekki efni á þessu, við erum með nokkra tegundir af túristum, við erum með þá sem koma hérna til þess að fara og svona bakpokaferðalanga og þeim fækkar, en ég held að hinum fækki ekkert, sko, þeir sem eiga pening. Gott vel. Kristján Kormákur, ritstjóri DVF og Valur Grettisson, ritstjóri Reykjavík Grapevine, bestu þakki fyrir komuna og rýna í helstu fréttamál líðandi stundar. Fréttum á eftir að fjölga á næstu dögum ef miðsvetrargúrkan fer að segja þetta gott, en við skulum fara hérna í nokkra auglýsingar, en að þeim loknum ætlum við að fá gráa herinn í formi Viðars Eggertssonar í stólinn til hennar Lindu eftir andartak.